Neyðarástandi var lýst yfir á Keflavíkurflugvelli klukkan 10:30 í kvöld þegar flugmenn farþegaþotu frá Icelandair lenti í vandræðum með vökstjórnunar búnað flugvélarinnar. Flugvélin var á leið til Íslands frá Kaupmannahöfn og átti þá skamma leið ófarna. 164 farþegar voru borð en þá sakaði ekki því flugvélin lenti heilu og höldnu klukkan 20:46 mínútur yfir 10. Nokkrum mínútum eftir að neyðarástandi var lýst yfir. Flugvélin var að gerðinni Boeing 757. Þetta flugslys áætlun sem við störum eftir nýlega og rautt þýr umfangsslysinn, segir Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, það hvernig hjálparlið var kallað út í kvöld þegar neyðarástandi var lýst yfir. Hins vegar leystist málið það fljótt að margir þeirra sem voru kallaðir út voru ekki komnir á staðinn. Það gekk allt samkvæmt áætlun, vélin lenti heilu og höldnu. Það er áfallahjálparteymi á vegum Rauða krossins að störfum en farþegarnir voru að mér skilst 164 talsins og þeir eru komin út úr vélinni. Áfallahjálparteymið komið á staðinn. Búið. Ástralskur milljónamæringur að undirbúa smíði skips í sömu mynd og hið sögufræga Titanic sem sökk í jómfrúarferð sinni milli Evrópu og Bandaríkjanna í apríl 1912. Áætlað að systurskipið verði fullbúið árið 2016. Clive Palmer hefur afhjúpað teikningarnar af skipinu í New York í gær. Hann segir að smíði skipsins hefjist í Kína fljótlega. Palmer segir að 40.000 manns hafi þegar lýst áhuga á að kaupa farmiða í jómfrúarsiglingunni. Sú sigling verður frá Southampton á Englandi til New York. Rétt eins og Titanic átti að sigla fyrir rúmum 100 árum. Við búum öll á þessari plánetu, við öndum öll að okkur sama andrúmsloftinu og auðvitað Titanic eitt af því sem við eigum sameiginlegt, sagði hann. Titanic tengir 3 heimsálfur. Hið upprunalega skip Titanic var stærsta og íburðarmesta skip síns tíma því var siglt á ísjaka í Norður-Atlantshafi og sökk 15. apríl 1912. Aðeins 700 manns komist lífs af en yfir 2000 manns voru borð í skipinu.